Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Skátar frá fjölmörgum þjóðlöndum settu sterkan svip á Akureyri í tengslum við alþjóðlegt skátamót sem haldið var hér á landi í síðustu viku. 6.000 skátar frá 100 löndum tóku þátt í mótinu. Skátunum var meðal annars skipt upp í nokkra hópa sem sinntu verkefnum víða landið. Á Akureyri voru meðal annars unnin ýmis samfélagsverkefni. Það verið að vinna hér á Hömrum, það verið að vinna í Kjarnaskógi, það er hópar sem fara í Kristnes. Það eru hópar sem eru að fara í Mývatnssveit að sína samfélagsverkefnum, Hlíðarfjall, það er hjá vinnuskólanum að hreinsa í Búðagil í Njóla, það er verið að fara á Dvalarheimili Hlíð í heimsókn og það er verið að fara í garræktina eða gömlu gróðastöðina og listigarðinn. Ég man ekki hvort það voru fleiri en þetta eru staðarnir svona helstu. Hversu miklum tíma verja skátarnir í þessi samfélagsverkefni akkurat? Ja, það er svona hugsað að fara það til hálfur dagskrárdagur þeirra þegar við erum hérna með 3 dagskrárdaga sem þau eru að taka, þannig að hver hópur er að taka svona halvan dag, 2 til 4 tíma eftir hvað þau þurfa að labba langt og hvernig það er, en það reynum að innifara þetta inn í dagskrárna hjá þeim ef við getum, þannig að þetta sem smella allt saman, því að þetta er svolítið að púsla saman svona dagskrá fyrir þennan hóp á háanna tíma í ferðamannabransanum. En þessi samfélagsverkefni, þau eru í raun og veru í anda skátahreyfingarinnar. Já, þetta er svona að skilja eftir sig og hjálpa til og skilja eftir sig. Það er mjög mikið í anda okkar hreyfingar. Hvernig voru þessi verkefni valin? Já, við leituðum bara til fjölda aðila sem hvort þeir gætu aðstoða okkur eða hvort þeir gætu nýtt sér þessa þjónustu og sum voru í tengslum við aðra dagskrá og þá hentaði vel að tala við aðila á ákveðnum svæðum og svo bara þurftum við að leita og spyrja og sumt gekk vel og annað þurfti að hafa aðeins meira fyrir. Það er náttúrulega hásumarfrí að tími, þannig að þó við séum mannskapinn þá þarf einhver að stjórna og það er stundum erfitt að finna þá akkurat á sumarleyfistíma en þetta er alltaf að ganga vel upp núna lokum. Á hvaða aldri eru þáttakendur? Þátttakendur eru 18 til 25 ára, þannig að svo eru starfsmennirnir hér á öllum aldri svo sem, en þáttakendur sjálfur eru 18 til 25. En þegar að skátar frá svona mörgum þjóðlöndum koma saman, er skátastarf mjög svipað eða alveg eins í öllum löndum? Grunngildin eru þau sömu, en það eru auðvitað aðstæður eru mismunandi og mismunandi hvernig unnið er. Ég hitti til dæmis skáta hér frá Brasilíu sem sagði mér að allir þeirra fundi fara fram á laugardögum. Það er bara einu sinni í viku og það er alltaf bara á laugardögum. Meðan að við erum hér til dæmis alla daga vikunnar og bara með mismunandi aldur á hverjum degi, þá eru þau með alla saman á einum degi. Og þannig að þetta er bara mismunandi og það er mikið. Eins er pínu skrítið að sumuleyti hjá okkur að veturnir eru við aktífir í skátastarfi hér á Íslandi. Á sumrin eru svo margir í sumarfrí og svona, meðan að það er kannski öðruvísi víða í Evrópu og annars staðar að krakkar fari bara í sumarleyfi og hafa ekki vinnu og annað og þá er verið að fara í svona útilegur og annað með skátahópnum sínum. Skátarnir heimsóttu íbúa öldrunarheimilina á Akureyri, spjölluðu við þá heima og geyma og buðu upp á ís. Mér finnst það alltaf unaðslegt það sem skátar eru. Ég hef mjög gaman að fylgjast með því. Ég er búinn að vera síðan að ég var krakki. Ég held ég hafi verið 9 ára þegar ég byrjaði á sem ylfingur. Hvað er það sem að einkennir starf skátana svona þegar þú gerir dæmið allt saman upp? Það var náttúrulega að maður lærði ýmislegt. Til dæmis það sem býr manni ennþá var nú atvinnu mín seinna. Svona skyndihjálpar og sjúkrabílstjóri. Svo útveran. Það er alveg nauð þess að fara í skátahótel. En núna eru skátar farnir að leggja meiri áherslu á samfélagsverkefni. Hvernig hugnast þér það? Ég held að það sé ágætt bara. Það við þurfum að dreifa. Það er orðið svo mikið kapplaup fólki. Það er alls staðar einhver unglingafélög
Svoleiðis að þetta orðið vandræðamaður haldi fólkinu. Skátar hafa alltaf verið svona frekar öflugir hér í bænum og við höfum ríka hefð og sterka hefð. Við erum nú 100 ára, við fögnum 100 ára afmæli í ár, þannig að það er öflugur bakgrunnur og það er hér góður hópur sem er að starfa, sjálfsögum 100-120 krakkar sem eru í félaginu í dag á þessum skátaaldri. Og svo er mjög stór hópur sem í bakgrunninn og það væri ekki hægt fyrir okkur að vera að koma svona nema að geta leita til bæði ungra sem aldra í því. Tímarnir breytast og það eru mikla tækni framfarir og svo framvegis í þjóðfélaginu, en skátastarfið það lifir alltaf og hugsjónin. Já, grunngildin er alltaf sömu, en auðvitað hafa verkefnin breyst í gegnum tíðina og við erum að gera alls konar aðra hluti sem vorum ekkert að gera fyrir einhverjum árum síðan. Tölvur og tækni kemur þar alveg inn í eins og í öllu öðru, þannig að til dæmis eins og þessi viðburður að hann fer fram í undirbúningi mjög mikið í þessum Facebook-grúppum og það er sérstakt skátamóts app sem er það sem það er ekki lengur gefin út mótsbók sem er með öllum upplýsingum, heldur er app þar sem allir finna hvað þeir eru að fara að gera og hvar þeir eru að vera og upplýsingum miðlað og sendar myndir og allt þetta, þannig að við fylgjum auðvitað bara því sem er í gangi í heiminum í dag. Þannig að maður verður að elta, en grunngildin á bakvið, ástæðurnar og efnið og markmiðin okkar, þau eru þessum. Þú ert alltaf skáti? Já, ég losna aldrei við þessar bakteríur. Aldrei. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.